Alþjóðlegur iðjuþjálfaradagur haldinn víða heim þriðjudaginn 27. október, meðal annars hérna á Íslandi. Iðjuþjálfun vaxandi starfsgrein allan heim og viðfangsefnin iðjuþjálfa eru fjölbreytileg. Frá því haustið 1997 hefur verið boðið upp á nám á iðjuþjálfunarbraut við Háskólann á Akureyri og það 4 ára nám sem lýkur með BS gráðu. Fram að þeim tíma fengu íslenskir iðjuþjálfar menntun sína erlendis. Í iðjuþjálfun felst sérþekking á daglegri iðju mannsins. Sem dæmi iðju má nefna það að klæða sig og snyrta, útbúa mat, aka bíl, afgreiða í verslun, skrifa ritgerð, fara á skíði eða mála mynd, svo eitthvað sem nefnt. Þótt þessi viðfangsefni virðist sjálfsögð og einföld fyrir flesta, þá geta þau verið erfið og jafnvel óyfirstíganleg fyrir margt fólk sem ekki hefur þroskast eðlilega, fengið sjúkdóma, komið á efri ár eða hefur orðið fyrir áföllum af einhverju tagi. Hafdís Bára Óskarsdóttir, Svava Arnardóttir og Guðrún Fanney Einarsdóttir á 4. námsári, þannig að þær útskrifast næsta vor. Í raun þá hefur fólk kannski heyrt heitið en það veit ekkert hvað þetta snýst. Þess vegna erum við einmitt hér að reyna að tala iðjuþjálfun því að okkur finnst þetta að vera mjög merkileg starfsgrein og skemmtilegt starf og okkur finnst mikilvægt að fólk viti betur hvað þetta snýst. En þeir sem að fara til iðjuþjálfa, hverjir eru það helst? Það rauninni bara öll flóran. Hérna reyndar heima náttúrulega Íslandi kannski flestir iðjuþjálfar starfandi í heilbrigðisskilunum og menntastofnunum og þannig já það öll flóra, það bara allt frá börnum og fullorðnum og öldruðum, þetta er bara öll flóran. Þetta eru einstaklingar sem langar að geta gert eitthvað sem eiga erfitt með í dag. Það getur verið vegna slyss eða einhvers konar eiginleika sem þeir fæðast með og það getur verið andlegt eða líkamlegt og þetta getur náttúrulega verið það sem þeir brenna fyrir að geta gert en líka það sem þeir þurfa að geta gert til að lifa sjálfstæðu lífi. En iðjuþjálfar þeir starfa væntanlega líka oft á tíðum við forvarnir ýmsar. Það mjög spennandi svið sem við höfum einmitt verið að læra í skólunum að það væri gaman að koma meira inn á forvarnir og setja auki fjármagn í þær. En bara þetta til dæmis, svona hjá nútímamanninum að sitja rétt. Já. Það náttúrulega bara, já, það þarf virkilega að hafa það bara í huga bara á hverjum degi. Það til dæmis verið að byrja að samþætta það samhliða kennaranemum hérna. Að iðjuþjálfanemar og kennaranemar séu svona í samstarfi aðeins og að séu ákveðið verkefni unnið saman með þá hvernig á að sitja rétt því að nú vitum við náttúrulega að kennarar sitja mikið og vinna mikið í þessar stöðu við tölvu og allavega og þetta snýst náttúrulega líka bara að skipta reglu setstöðu, standa upp reglulega, þetta snýst bara að vera svona, breyta reglulega. En þegar þið eru komna svona á 4. árið, eru þið þá ekki að fara að sjá allstaðar gul ljós blikka þegar þið sjáu fólk? Rosalega mikið. Já, maður alltaf eitthvað bara, eins og börnin mín að læra heima, það ég bara, sittu svona og maður sér að sérstaklega klassískt dæmi náttúrulega þegar fólk að klæða sig í skó, einn bróður minn rosalega hár og hann alltaf bógrar sig bara niður og maður alveg bara app. Já. Þannig að það blikka mörg ljós þegar maður komin svona langt. Ég var að vinna í frystihúsi í sumar og ég var bara hérna bara. Þetta ekki gott fyrir fólk að standa svona bara. Þannig að maður alveg, maður fann að hugsa svona sem iðjuþjálfi. Vettvangsnám samtals 25 vikur. Námið byggir á heilbrigðis, líf- og félagsvísindum þar sem iðja fólks og lífsgæði í brennidepli. Rýnt í áhrif umhverfis og einstaklingsbundinna þátta á færni og samfélagsþáttöku og ýmsar leiðir eru skoðaðar til úrlausna. En iðjuþjálfun kennd eingöngu á Akureyri, hvernig stendur á því? Það góð spurning. Já, mjög góð spurning. Það í rauninni held ég vettvangur til að kenna þetta á einum stað á landinu en það mjög skemmtilegt að það skildi enda með að vera hér á Akureyri. Skemmtilegt tækifæri að færa menntun annars staðar heldur en bara eingöngu á höfuðborgarsvæðinu og það hægt að stunda þetta nám í fjarnámi og það það bil helmingur hvers árgangs sem að stunda námi heimanfrá og hlustar á fyrirlestra, upptökur og mætir svo í lotur hingað norður. Hversu margir það sem að útskrifast í ykkar árgangi?
Við erum 18. Já, 18. Við erum 18. Það eru svona, já, venjulega hefur það verið kringum 20 sem eru að útskrifast ár hvert. Og þið sitið hérna 3 stelpurnar, hversu margir eru strákarnir sem útskrifast með ykkur? Engin. Ekki neitt náttúrulega þetta sinn, sko. Þeir hafa verið að, eins og maður segir, að væplast svona einn og einn með. Já. Ég veit 3 sem hafa verið í náminu. Og hvernig stendur á því það vantar klárlega kalla í þetta eða ekki? Ég held að sé líka bara, þú veist, það er þessi skoðun, þú veist, að við séum að fara í háskólanám til að læra föndra. Þú veist, það er ekki þannig. Þú veist, ég er ekki föndurkona. Þú veist, þetta á alveg jafnt við með kallmenn og konu. Ég meina, það eru fullt af kallmenni sem eru sjúkraþjálfarar. Og svoleiðis, þannig að þau geta alveg farið í þetta líka. Og ég held líka að ég ekki að stoppa að sko sækja umhverfnum af því fjölbreytnin er svo mikil. Já. Þú veist, það er ekki eins og við séum, þetta er ekki bara eitthvað staðfast bara í akkurat heilbrigðisgeiranum eða bara í skólum eða, ég meina, nú eru margir kennarar karlmenn, sko. Þannig að þú veist, það er alveg hægt fyrir þá að nýta þetta sem en heldur en eitthvað annað, sko.